Þið eru sem sagt fulltrúar þeirra fyrirtækja, stóru fyrirtækja sem að fái þessa nafnbót, fyrirtækja ársins og það verður nú að teljast nokkuð veglegur og góður árangur. Kannski ég byrja á ykkur, hvernig er þetta ekki bara skemmtilegt? Bara jafn skemmtilegt ykkur einasta skipti. Þið að vera hérna áður náttúrulega. Já, nokkuð sinnum áður. Og ég fagnaði mjög vel að það sé verið að taka meira heldur en bara eitt fyrirtæki. Því þetta hefur einhvern veginn verið svona þannig að það myndar svona ákveðin svona, rígur þetta. En ég er óbúslega ánægður af því að það er ekkert að bera okkar fyrirtæki gagnvart einhverju öðru nákvæmlega og að taka topp 5 finnst mér alveg frábært framtak ef að fer. Já, alveg sama. Við erum hér í þriðja sinn og alltaf jafn ánægilegt og fyllir stjórnendur og starfsmenn stolti. What's your reaction to this here tonight? Yeah, I'm very happy for us and for our people. I think it's a fantastic, we are turning 20 years in a few days and it's the first time, so I'm very happy and very proud. What do you do in your company to get a result like this? So I think we have a very open and honest communication environment. Also, we are very much working on, fairness. We got the equal pay audit a few months ago, and so I think we are really trying to treat, people equally internally. That's good to hear. Hvað með ykkur? Hvernig leggst þetta í ykkur? Þið hljótið að vera ánægðir? Bara rosalega. Það ekki annað hægt. Þetta bara frábært. Loksins fær maður svona klappa bakið fyrir frábært starf. Tíminn kominn. Skiptir þetta ekki svolítið máli? Jú, þetta. Fyrir starfsfólkið, það er bara æðislegt að fá þetta, já. Þetta viðurkenning og staðfesting á því að það verið að gera eitthvað rétt. Algjörlega. Skiptir þetta svona máli út af við heldur fyrir ykkur? Já, örugglega, gera það ekki. En minnst það bara sérstaklega frábært fyrir starfsfólkið. Að fá bara hrós fyrir þetta, velunnum starf og bara ánægt og glatt starfsfólk. Þið eru náttúrulega velunnum starfsmann eða ekki? Þið eru náttúrulega velunnum starfsmann? Algjörlega. Hvað segir þið? Getið þið nýtt þetta eitthvað áfram? Já, algjörlega. Við erum alltaf að keppa sama fólkið og við sem stöndum okkur hvað best í að vera með gott vinnuumhverfi fyrir starfsfólki okkar. Klárlega skiptir máli út á við að reyna að fá hæfasta fólki til okkar. Bæði út á við og inn á við? Já, ég tek undir það og sérstaklega þegar kannski núverandi umhverfið að fólk að leita nýju fólki að þetta vekur greinilega athygli og fólk tekur eftir þessu og við erum ofta að fá umsækjendur að sækja vinnu hjá okkur sem kannski hefðu öll jafn ekki verið að skipta starf. Þannig að það skiptir mjög miklu máli. How important is this for your company? It's very important. I think, it's a fantastic new reward of, what we do and how people appreciate also the focus we have on people. So I think it's a fantastic news. Þetta heldur ekki bara einhver velun. Þetta Vaffer sem eitt stærsta stéttarfélag í landinu og þetta eru þeirra félagsmenn sem eru að kjósa. Og fleiri til? Og fleiri til, akkurat. Þetta lítur að vera mjög ánægilegt. Hvað ætla að gera til að fagna þessu? Það verður bara gott partí á eftir. Já, bara strax á eftir? Já, við bara ringjum í all starfsmenn og fáum saman. En hjá ykkur? Herðu, ég veit það ekki. Við erum bara svo hissa á þessu. Já. En ég ætla til London í nótt, svo ég ætla bara að fagna þessu þar. Já, og svo gefst tíminn náttúrulega til þess að gera þetta með starfsmennum? Já, ekki spurning. Are you going to do something to celebrate? Yeah, I think we will have a big cake tomorrow afternoon, absolutely. Yeah. For all the staff? Yeah, for all the staff, all the people here. Yeah, which is our biggest location anyway, so that's where we have, most of our people, and we have our CEO also arriving tonight, so I'm sure he's going to be super happy to be with us tomorrow for that. That's good to hear. Yeah. Eigandi fyrirtækisins núna í þessum töluorði með hópinn sem var hér í kvöld að taka eina skál. Svo vill svo skemmtilega til að við erum með vorhátíð á morgun til að fagna sumarfólkinu okkar. Við erum í ferðarþjónustunni og erum að kikka inn sumargleðinni. Það mikið að gera á sumrin. Þannig að á morgun vorhátíð, þannig að við setjum bara ekstra boost og poppum í eina kampavín. Það eru margir á morgun, öllu starfsfólkinu. Já, það hafa margir nefnt kampavín og freyðvin og annað. Hvað ætlið þið að gera? Þetta komið upp í vana hjá ykkur kannski, gerið ekki neitt? Nei, þetta verður aldrei vani. Við munum klárlega bara, það eru nokkrir sem gátu komið inn í með okkur í kvöld og við kannski hittumst aðeins eftir og gerum eitthvað skemmtilegt saman og síðan bara fögnum við þessu svona á innan úr samfélagsmiðlum þangað til við getum hist öll saman og gert eitthvað skemmtilegt. En það verður alveg klárlega flatbaka og bakkelsi og eitthvað svona stórkostlega veitingar til að fagna þessu. Já. Það verður að leggja svolítið í þetta fyrir starfsfólkið. Það verður að leggja eitthvað mikið í þetta svona fyrir fyrsta sæti. Það að vera í topp 5, það lítur að vera pizza. Takk kærlega fyrir þetta og til hamingju með árangurinn. Takk fyrir.